Góðan daginn, kæru vinnir og velkomin. Við erum að fara í róður og ekki þann fyrsta og ekki þann síðasta heldur því að Drottinn starfar í dag og hann leggur net sín í dag og segir við mig, rétt eins og Pétur, Konráð, far þú og legguðu netin og veittu fólk í netið. Og þannig hann auðvitað að tala og meina að ég eigi að sækja menn til Drottins gegnum boðunina, gegnum orð hans, af trú minni. Hún á að tala til mann og kvenna og orðin sem að framstreyma af örum eiga að vera uppbyggjandi og sannfærandi, en í raun og veru strangt til tekið það ekkert áhyggjuefni mitt hvernig fer, því að ég stíg fram í Jesú nafni, þekki persónulega lifandi Jesú Krist, hann með í verki og hann sér rest. Skiptir engu máli hvaða áleit þú hefur á þessum einstaklingi, að Drottinn sér rest. Og svo aldrei að vita nema einhvað af þessum orðum sem að héðan berast verður til þess að þú sem heyrir gangir Jesú á hönd. Ekki svo endilega skilja að þú munir eftir orðunum sem að dróðu til Jesús, þó að ég muni það, en þá orkitist að það sé í allra tilvikum. En það sem að ég mann eftir og ég veit að eru orðin sem að fyrst fóru að vinna í mínu hjarta eru orð í Tímóteusar bréfi held ég, nei það er nú ekki Tímóteus, það skiptir ekki máli, en það orð tunguna og áhrif orða okkar á annað fólk. Og þegar ég heyrði það fyrst, þá laugst upp fyrir mig sannleikur, þegar ég eins og þú og við öll náttúrulega hefur reynt margt af lífinu og það sem ég hafði reynt þá af lífinu var þessi orð og hvernig orð mann og kvenna tættu annað fólk niður. Þannig að þegar ég heyrði þetta var lesið fyrir mig úr orði Guðs, að þá greip ég þetta strax. Mér fannst þetta mjög áhugavert að þetta skildi vera sagt, tala til mín, því að hversu oft hafði maður ekki upplifað þetta sjálfur og séð þetta allt í kringu sig. Að menn og fólk með óvægnum orðaflaumi reif annað fólk niður. Í sömu tilvikum var þetta viljandi gert sem náttúrulega alvarlegra hinu, en oftar þó kannski svona óvilja verk sem svona fyrirgefanlegra en hitt. Ef þú ferð gegn manni eða mannesku gaggjart þess að rífa hana niður með orðum, þá ert þú bara illmenni, minn kæri vinnur. Þannig að það skaltu ekki vera, þú skalt ekki vera þar, en við vitum að orð geta rifið niður og þau eru mögnuð þessu orð, þau geta líka byggt upp. Og þess vegna gaf Drottinn okkur trú til þess að orð okkar byggi aðra manneski upp. Og þetta alltaf sama kennslan og sami skólinn sem við erum að fara í gegnum. Og spurningum, hvernig erum við að nota orðin okkar? Það alltaf spurningin sem við þurfum að velta fyrir okkur og þess vegna líka Drottinn alltaf að hnippa í bæði mig og þig. Hann vill að við munum eftir þessu, akkur þarf hann alltaf að vera hnippa í bæði mig og þig. Ég held að það þurfi ekkit rosalega ítarlegt svar inn í þá spurningu. Þú þarft ekki annað en að bara upplifa minnaði á hvernig þitt lífi og allar hugræningar sem koma í gegnum þitt líf og hvað stundum þú snöggur að skipta um það sem þú sér og fara yfir í allt annað, svona eins og Ragnar Reykjós, vinur okkar í Spaugstofunni gerði og var hann stíl að hann byrjaði á þessu og svo eftir
einhvern tíma þá var hann komin alveg í andhverfa skoðun við það sem hann hafði áður sagt, og þetta eru stundum við. Ragnar Reykjáls er flottur persónugervingur, en hann er kannski líkari okkur en við svona oft hyggjum. Og að því að við erum þarna, við erum svo fljótt að söðla að þá kemur hann með orðin sem heldur okkur á veginum og færa okkur til þess að stíga skref tilbaka og inn í það umhverfi þar sem þetta orð er að virka. Þannig að daglega árétting er ekki staðlausir stafir þegar trú er annars vegar. Og það er líka verkslagi hjá Drottni, og þetta veistu nú vantanlega, að hann sem sagt nota fólk til þess að tala út sitt orð, hann nota trúað fólk, fyllt heilugum anda, til þess að tala trúna til annar manna, og þannig fjölgar í hans hóp. Sem sagt, hann segir það sjálfur, að birtingamyndin sín á jörðinni sé ég og þú í Jesú nafni, fyllt heilugum anda. Það er birtingamyndin sem hann vill sína fólki. En hvað er það að sjá? Fæstir auðvitað að sjá Jesús, en hann er nú samt að birta sig. Hann er nú samt að tala. Hann er nú samt að umvefja, hvetja og kenna fólki sinn veg. Þannig er þetta nú bara. Af hverju? Jesú Kristur í sjálfu sér er mikill mesti leyndardómur, og við sjáum hann ekki, en trúin gefur okkur að skynja hann og sjá hann þannig. Þannig að þessi maður sem hér talar er ekki nokkrum vafa að Drottinn er með, en ég hef aldrei séð hann. Ég get ekki lýst hvernig hann er, en ég hef séð hann svona tilsýndar, en ég hef séð hann en sá hann þó ekki. Þannig ég get ekki lýst honum hvernig hann er, en ég veit hann er til staðar. Og ég hef vitnað það í fyrsta skipti sem að ég var svona áþreifanlega var við hans veru, var svolítið merkilegt. Þannig var að þegar ég bjó í Neskaupstað, og þá sótti ég kirkjuna þegar hún var á hálfsmánaðarfresti, og eitt af því sem ég gerði í fyrsta skipti sem ég fór til Altarisgöngu, það var þar. Og ég sem sagt er ákveðin í því að fara í þessu Altarisgöngu og var hann að hlakka til að fara í hana, en svo þegar ég kom inn þá kveði mér nú ekki neitt lítið fyrir því að fara þessi skref þarna með fram bekkjaröðinni til altarisins, og ég sem sagt í raun og veru vissi ekki af mér fyrr heldur en að ég er bara á gangi fram til altarisins til þess að taka við efnunum frá prestinum, og meðan ég stend þar þá birtist Drottinn mér bara beintur í fram mig. Það voru þarna nokkra manneskjur, en ég sá hann. Hinir urðu einski svarin, sá hann en sá hann þó ekki. Og hann talaði til mín. Hann benti mig fingrunum eins og ég geri hér og sagði við mig: Konráð, ég er líka í þessari kirkju, þú þarft ekki að fara neitt annað til að finna mig. En þessi orð, þau lukust ekki upp fyrir mér fyrir eitthvað 3 dögum síðar. Og þá skynjaði ég þau og þá vissi ég hvað hann sagði, og eftir það var ég, og hefur reyndar verið hændur að þjóðkirkjunni síðan, og eftir það var ég svona að draga lappirnar þegar ég kom suður og gekk inn í þessa frjálsusöfnuði að skrá mig í þá, að ég var minnuð þess sem Kristur hafði sagt. En svo á endingu lét ég skrá mig inn í söfnuð, er reyndar ekki í honum í dag, er í öðrum í dag. En að draga lappirnar þarna var vegna þessa atburðar þarna í Neskaupstaða kirkju. Mjög áhugavert og eftirminnilegt, því hann stóð fyrir framan mig. Af hverju? Hann lifir. Það er það sem við erum að boða, hann lifir. Og hér er ég að draga upp mynd af Kristi sem gerðist sennilega fyrir 25-6 árum, þetta var
ég ætla þetta hafi ekki verið svo 93 kannski, og í dag 2022, þannig að þú sér að þetta orðið allmörg ára þátt á milli, en þetta í minningunni alveg eins og hafi gerst í gær. Og þannig með alla stóra atburði, alla stærstu atburði sem þú verður fyrir, að þú manst þá eins og hafi gerst í gær. Þannig það, vegna þess að Drottinn þegar hann kemur og snertir þig svo stór, og ég get dregið fullt af myndum upp úr mínu lífi, bæði eftir að ég kynntist honum og líka á undan og áður en ég kynntist honum. Og ég hef oft vitnað það og get alveg gert það aftur þegar ég hætti að drekka og ég vaknaði eftir enn eitt fyllirí, má segja, skilþunnur eins og alltaf eftir fyllirí, og ég man eftir því að ég sagði sjálf á mig, nú hættir þú þessu, bara þarna í morgunsárið. Og þá sé ég semst hönd koma út úr myrkrinu, sé þó ekki, og taka eitthvað úr hjarta mínu, ég get bent á staðinn þar sem það gerðist, og þaðan dróst það út og var svo sleppt út í myrkrið. Á því andartaki vissi ég að aldrei aftur kæmi áfengisdropi inn fyrir mínar varir. Og þetta var áramótin 79, já, sem sagt, og áramótin 80 voru svo þar og eftir. Þá hætti ég að drekka. Og þú mátt alveg leggja saman fyrir mig tölurnar, því að í dag hérna 2022. Þetta tíminn sem að ég búin að vera edrú, og þetta tíminn frá því að þetta kraftaverk gerðist. Frelsi algjört fyrir þessu atriði, það kom aldrei til mála og hefur aldrei komið til álita að eiga neitt meira við þetta. Svona máttur Drottins. Þannig að þið sjáið að hvort hann hafi ekki ætlað þessum manni eitthvað annar hlutverk þetta. Og annar hlutverk var ljóst árið 1989 á því andartaki sem ég frelsaðist, og það gerðist eiginlega bara eins. Allt í einu var ég bara fylltur heilugum anda og ég sagði, hei, það til Guð. Alveg eins og gerðist 10 árum fyrr, því ég sagði, ég mun aldrei aftur drekka áfengi. En þá þekkti ég ekkert Guð. En ég þakkaði alltaf fyrir þennan atburð. En ég þakkaði ekki Guði að því ég vissi ekkert að hann hefði átt að hluta máli. En svo þarna í október 89, þá rifjaðist upp fyrir mér hvað gerðist, og þá gæti ég farið að þakka Jesú fyrir hjálpina. Hann hefur rifjað þetta margt og staðfest sig á mörgum stöðum í mínu lífi, en þá þekkti ég hann ekki. Þannig að ég man, en ég veit ekki af hverju þetta kom yfir mig. En ég veit að í dag það var Jesús, og hvað hann að segja við mig og þig? Hei, ég hef alltaf verið með þér. Ég hef alltaf gengið við hliðin á þér. Ég hef alltaf gætt í nú, þegar maður skoðar það að gæta, þá sé ég að ég hef alltaf haft gæslu. Ekki mannlega gæslu, heldur guðlega gæslu. Ég man eftir því, þegar ég voru á sjó, var lengi á sjó, þá var ég borð í togaranum Júní, og það var oft verið að draga í brælu og leiðindaveðri, og þessi skip, þetta var gríðarlega gott sjóskip, tók ekki mikla öldu inn á sig, en það gat gerst að hann bara fyllti lunning á milli. Það gerðist nú reyndar ekki oft, heldur, það gerðist í þetta skiptið, það fyllti lunning á milli og ég sé skaflinn koma, og ég veit ekki fyrir til heldur en að löppunum bara kippt undan mér, og ég flýt bara þarna á sjónum að ég var alveg pottjættur á því að ég væri farin út fyrir, ég væri ekkert borð, og ég fór að hugsa ýmislegt, og ég hugsa nú ætlar þetta enda svona hjá manni. En svo
minnkar sjórun á dekkinu og ég bara lendi á dekkinu og þá var einn mjög feginn. Þannig að maður hefur verið vendaður. Þetta gerðist og ég man að þessi hugsanir komu upp og skipið var fullt lunninga á milli. Á þessu skipum voru upp undir 2 metra háar lunningar á dekkinu, þannig að þú getur rétt ímyndað sjómagnið sem að var þarna borð. Það var ekki lítið. Ég vissi reyndar ekkert að þetta hefði verið svona mikill sjór, flætt lunning á milli, en svo fóru að koma skýringar á setna og þá var þetta sagt að það hefði bara flætt á milli lunninga. Og lunningin á þessu skipi sem var að segja, já, kannski ekki 2 metrar hára, en ég held reyndar að hún hafi verið hærri en ég. Já, hún hefur getað alveg verið 2 metrar og dekkið margra metrar breitt, þannig að þú getur rétt ímyndað sjómagnið á dekkinu sjálfu. Það hefur ekki verið neitt lítið. En einhverjum mínútu seinna þá var þetta allt saman fjarað út og við vorum að toga þá. Það var verið að vinna í trollinu, það var rifið trollið og ég man eftir því að það var bara strax híft og trollið tekið og gert klárt og bundið og svo bara slóað. Þá komið það vont veður. Og slóað held ég til næsta dags. Að slóa bara, við vorum bara stopp, keyrðum bara upp í ölduna, sildum upp í ölduna eins og oft var gert. Og þetta var í nokkra klukkutíma þetta óveður og svo var kastað þetta leið og hægði. Og við vorum auðvitað reynslunni ríkari og þetta vakti aldrei nein viðbrögð hjá mér. Ég fann aldrei til neins ótta eða neitt og náttúrulega maður fór bara sullandi kaf og ekki bara ég heldur svona þorri áhafnar gerði það líka. Og það var þetta var eitt leiddi annað og á þessum skipum var ekkert endilega verið að athuga með það hvort að hlið væri lokuð. Oft voru þau lokuð, en oft voru þau líka bara opin, ekki sem sagt lokuð. Og í þessu tilviki þá var það lokað og af því að hliðið var lokað þá hindraði það sjóin að ganga bara aftur eftir skipinu og niður rennuna. Og hefði það verið í þessu tilviki þá hefðu við allir skólast út, öll dekkvaktin. Þannig bara hefði það verið. En þarna var aftur hönd drottins, segi ég, og við vorum með hliðið lokað og það hægði á sjónum að vaða aftur eftir og það tók þá bara smá tíma að komast út lunninga, lensport og annað, og veit hvernig þetta ég veit ekki hvað þetta langur tími en einhverja mínútur hefur þetta verið, en ég get alveg lofað ykkur því að hafi skutrennan verið opinn og það teki bara kannski sekundu brota skuttla öllum sjónum aftur þetta og þar með öllum köllunum sem voru á floti. Ég held að það veri einn á vaktinni sem náði að grípa í einhvern mýr eða eitthvað og forða sig frá þessu, en við vorum hvað voru við margir á vakt? Við getum alveg að hafa verið 7-8 manns, man ekki alveg hvað við vorum margir á vakt, við vorum fleiri en 5, ég man það, 8-9 kannski. Þannig það má alveg reikna með að 8 kallar hafi verið bara flotið þarna á dekkinu. Þannig þetta var ekki glæsilegt ástand. En þarna var nú bara hönd drottins yfir og ég man alltaf eftir því hvað ég var fegin þegar ég sá að ég var á dekkinu. En ég fann aldrei til neins ótt eða neina hræðslu eða neitt og ég var bara, ég bara stóð upp og skiptum föt og svo kom ég bara upp aftur og við heldum áfram að vinna í dekkinu, í trollinu sem við vorum að gera. Svona getum að raki söguna af sér sjálfum vegna þess að drottinn hann rifjar allt svona upp. Af hverju er ég að segja þér þetta? Nú til að segja þér það, alveg svo ég fekk síðar vitneskju, að drottinn vakir yfir okkur. Hann vakir yfir mér, hann vakir yfir okkur öllum, hann vakti yfir allir í vaktinni. Þannig það var ekkert mein og tjón á neinum, kannski ykkur smá skelfing en ekkert meira. En ég fann ekki til neins slíks og bara þetta
hafði aldrei neina áhrif á mig, bara já, hvorki til góðs eða ills, þetta bara lífið hélt áfram og eins og maður hafði gert hjá manni. Maður náttúrulega á sjó maður ýmsu vanur, þú ert ekkert alltaf í sléttum sjó og þú getur fengið á högg af öldu borðið skipi og maður fekk stundum högg af öldu, ég man eftir því einsinni, það var svolítið fyndið. Þá var ég borðið í maí, togarunum maí, og það var verið að stíma á móti öldunni og það var ágætis veður, ég man það, og ég man að við vorum eitthvað 3 sem stóðum við frammastrið og allt í einu kemur Alda og skellur á mig og fleyti mér alveg aftur allt dekk og allir hinir bara fengu ekki á sig dropa. Þess að maður var búin að reyna ýmislegt og orðin ýmsu vanur þegar hitt síðan gerist, en ég leit nú ekki svo á að það veri neinn hætt á ferðum, en það kom þarna Alda á mig, mig eina, við vorum 3 í hnapp, masterið, og hún bara tók mig og skuttlaði mér þarna, milli lúana, ég held ég endaði síðustu lúu, það voru hvað 4 eða 5 lúur á dekkinu á maí, og ég var við þá fremstu og endaði við þá síðustu. Þannig gerðist nú þar. Þannig við sjáum, og það er gaman og gott að telja svona rifjandi vegna þess að maður sá í dag allstað Guð í verki. Maður sá náttúrulega engan Guð þá, því að maður þekkti engan Guð. En núna sé ég að hann var þarna. Þetta þetta bara uppörfundi þín og mín og okkar að Drottinn vakir yfir velferð okkar. Og hann náttúrulega segja þér þetta í gegnum mig, vegna þess að hann að gera eitthvað í þínu lífi. Þannig að hann tók mig og þú skalt ekki halda annað en að hann taki þig. Hvenær? Það veit ég ekkert um. Frá þessum tíma sem ég flaut þarna aftur dekkið á maí og þangað til ég frelsaði, það alveg 20 ár. En ég frelsaði. Og hér ég að segja frá Jesú, segja frá lífinu í Jesú. Og þetta sem ég að segja það sem hefur gerst. Lífið með Jesú í sannleika. Þannig að þú skalt bara trúa því. Ekki svo að skilja að þú efist eitthvað þetta sem hér sagt. En þetta það sem okkur ber að gera. Okkur ber að tala um Jesú. Og benda okkur sjálfa sem bara boðbera hans. Og við getum sagt að með stolti í raun og veru, ég ekkert. Ég bara manneski sem trú á Jesú. Máttlaus eins og þú. Veikburða og vanmegna eins og þú. Og í engu öðruvísi. Hvaðan kemur mér styrkurinn? Hann kemur í gegnum trúna. Hann kemur frá Jesú. Þrótturinn og þrekið, það kemur allt þaðan. Og þetta það sem að hann vill að þú vitir um. Það ekki nóg að ég viti þetta. Það ekki nóg að ég þekki þetta. Skynji þetta en skilji. Það nóg fyrir mig, jú. En þú ert ekki ég. Hann gaf mér þetta og hann vill gefa þér þetta líka. Og hann að undirbúa jarðveginn fyrir þig að taka við þessu. Og einn daginn, ef Guð lofa, þá gerir sama hjá mér. Og þú segir, máski upp á, hei, það til Guð. Var ég að leita að Guði? Aldeilis ekki. Líklega eins og þú. Hvernig átti ég að leita að því sem ég vissi ekkert hvað var? Nei, hvernig virkaði og verkaði? Hvernig gæti ég verið að leita því? Það eins með þig, þú ert ekkert að leita þessu vegna þess að þú þekkir ekki að hausnisborð á þessu. Þannig þetta allt saman gjöf frá Guði. Og það eitt af því sem hann vill að við vitum, að þetta allt gjöf frá honum. Minn þáttur í raun engin, annað en ég vaknaði í morgun og ég gaf Guði daginn og ég þakkaði honum fyrir daginn og allt saman það fyrir að fá að vakna og svo bara störfum við saman. Hann starfar í gegnum mig
og hann fær mig til þess að tala þessi orð sem hér eru sögð vegna þess að hann að starfa í gegnum mig. Ég ekki stakt sker þar, en hann að nota marga, hann á marga, og þannig líka með allt hans fólk að það hefur köllun, og hann að nota þessar kallanir, því að köllunin til þess að nota fyrir Guð. Mín köllun að tala, og ég rekna með að þú svona áttir þig á því, og mín köllun líka að skrifa, að gjöf sem hann gaf mér, til að mynda orð Guðs, já, oft orð Guðs, og þar fram eftir götunum, af því að þetta köllunin. Hann gaf mér köllun, og það í raun verkværi sem hann að nota, eins og smiðurinn hann notar hamar og sög, það eru hans verkværi. Það ekki smiður sem notar ekki hamar og sög, eða vélsmiður sem notar ekki rafsuðutæki og gasskurðartæki eða hvað þetta allt og þau tæki sem í kringu það ekki vélsmiður sem sinnir þessu ekki, og smiðurinn notar hamar og þau verkværi sem þarf, og sjómaðurinn notar þau verkværi sem hann þarf að nota þar borði, svo til að mynda vasanýf algengur og togara, netanál algeng og togara, og þræði nál algeng og togara, og að vinna við net algengt og togara. Og þeir sem eru þar, þeir þurfa að kunna skila á þessu, og þeir þurfa að eiga þau verkværi til sem að þú notar í þetta. Þetta allt saman ákveðin verkværi. Þú sem sjómaður, segjum það, á togara, átt ekki til vasanýf. Þú illa settur. Og togari í útgerð sem ekki hefur nál til þess að bjóða fólkinu, hann illa settur. Þetta þarf alltaf að vera. Köllunin þín og mín, hún lítur sama. Hún til staðar, og í henni allt sem hún þarft á að halda til þess að gera það sem Drottinn ætlar þér að gera. Hvort sem það að tala, skrifa, blessa, umbuna, þjóna, eða hvað þetta allt auðvitað þjónusta, og þetta allt til staðar, því að það vantar ekki neitt. Og þú sem sjómaður, þú ert með þetta allt sem þú þarft borð í verkið. Ég veit ekki hvernig það í dag, þegar ég var á þessu, þá þurfti maður allavega að kaupa vasanýfin sjálf, það getur vel verið að þessi skaffað í dag, en maður átti þá vasanýf. Og annan til vara ef þessu var stólið frá manni, því að ef þessi gömlu hundar sumir að þeim, ef þeir sá vasan á Glámbekk, þá bara stungur honum í vasan. Og ef maður spurði, hefur nokkuð séð vasan í minn? Vasan í þinn? Ekki síðan neitt, og það var þá í hans eigin vasa. Og það var síðan kannski ljótt að segja það, þá þótti það ekki þjófnaður að stela vasanýf, en þetta var þetta bara stöldur, og setti hann sem vantaði vasanýfin í stök vandræði. En svo einhvern veginn oftast nær þá reddaðist það nú, en jú, maður misti nú eitthvað af vasanýf, en það var nú ekki algengt, en maður gæti alltaf átt vona á þessu. Þess vegna gerði maður þá, við flestir og allir bara stunguði sér vasan aftur, eða einhvern veginn á sig. Þessum vasanýfum þegar ekki var verið að nota þá. Ég man þetta því við vorum með sjóhatt, þetta nú alltaf svolítið alveg breytt, maður stakk alltaf hnífnum upp í sjóhattin. Það passaði alveg fínt þar, og þar hélst hann alveg eins og hersuðingi. Þannig að maður var aldrei neitt með þetta á Glámbekk. Maður lagði þetta ekkert frá sér, og heldur var maður alltaf með þetta á sér. Og ef maður gæti ekki stungið þessu neins þar á sig, þá stakk maður þessu bara í vasan, sem var náttúrulega verrað ef þú ert að vinna í neti og þú ert bara með hann í hattinum, og þá hnífurinn alltaf klár. Annars þarf þetta bara að fara í vasan og þú þarf að opna hann og svona meira vesinn. Þetta eitt af því sem lærist, en við erum með verkværin sem við þurfum á að halda. Og köllun manns, hún geymslan, og allt sem hún þarft á að halda, öll verkværi og allt sem hún þarft að nota, hún býr í þessari köllun. Og Drottinn að nota köllunina, og allt sem í henni og að tosa þetta fram eftir því sem þarf, vegna þess að hann að tala, til dæmis sér. Og hann ræður alveg hvernig, í hvaða átt, til dæmis að ræðan fer.
Það er langt síðan maður skynjaði þá skildi að svona er þetta og svona líka er þetta. Þannig að okkur vantar ekki neitt. Okkur vantar eitt, kannski ef okkur vantar eitthvað, okkur vantar bara svona viljan til þess að gera það sem Drottinn er að segja okkur að gera. Er það ekki oftast nær vandinn að viljinn til að gera það sem Drottinn er að segja okkur að gera er áfátt? Hvernig höfum við hann svona á þeim stað sem hann á að vera? Við erum uppi með trúna. Við erum minnandi okkur á að við eigum trú og við erum minnandi okkur á það að Drottinn vill nota trúna okkar. Hann vill nota köllunina, köllunin er af trúni og það sem þú átt kallaður vill hann nota, hvað sem það síðan er. Það eru margar kallanir á fólki. Ég hef þessa, þú hefur allt aðra. En hún er jafn mikilvæg því allt sem Drottinn er að gera er mikilvæg. Og bara það að hann er með köllun á þínu lífi, skaltu vita að hún beinist að fólki til blessunar, heilla og hamingju. Þannig að köllun frá Guði er alltaf blessun handa öðrum. En að því að þú hefur sjálfval og þú hefur val til að velja og hafna, að þá þarftu að velja þetta. Ef þú hafnar þessu, þá gerir Drottinn ekkert í því máli. En það líklega hryggir hjarta sem er allt annað mál, en hann fæst ekki við vilja þinn. Þú kemur að öllu leyti og alltaf til hans algjörlega sjálfviljugur. Það er nú það góða við það að þekkja Drottinn, að það er aldrei neina bindingar í honum. Þetta er svo gjör ólíkt mér og þér. Þegar við erum með bindingar og fólk, við ætlusum til og þykistum jafnvel eiga eitthvað inni og þessum að því við erum búin að gera svo svakalega margt fyrir og svo oft, og þá finnst okkur við bara geta hringt og hann kemur bara í kvelli að því hann skuldar okkur svo mikið. Það er í raun, hugsunin er þessi, hann skuldar mér og þetta, hann getur maður alveg skuldla mér hérna þess. Þannig er ekki Guð. Hann gefur og það er skilyrðist án nokkra skilyrða af hans hólfu. Þess vegna gerir hann í því að binda mannin við sig þannig að hann sé sjálfviljugur hjá honum og gerir það algjörlega fús og frjáls að koma. Hvernig er þetta hægt? Hann hefur leiðirnar af því og ein leiðin er svo að hann gerir þetta allt í kærleika. Maðurinn er fæddur og skapaður með allt í sér sem þarf til þess að meðtaka kærleika. Og að því að syndin kom í heiminn og kærleika flestara er áfátt, en þá getur þú fundið þennan kærleika 100% hjá Drottni. Og þú hefur margoft upplifað þennan kærleika frá Drottni, veistu af hverju? Af því hann er til þess að opinbera sig þannig með kærleika sínum, því hann veit, og þú veist það líka, að þetta er aflið sem dregur þig að honum, ekkert annað. Hann sýnir sjálfa sig sem algjöra andhverfu alls sem í heiminum er, sem er snittur öllu þessu. Það er í gangi bara óheiðarleiki og alls konar ósvinna sem okkur líður ekki vel með, en búum við og erum undir. En þetta er ekki í ranni Drottins. Og þetta vill hann að þú sjáir og meðtakir, og þegar þú ert búin að meðtaka og átta þig á, þá líka er þetta bara það sem að gildir og þú ferð þangað fús og frjáls. Þannig virkar þetta í ranni Guðs. Þannig gildir þetta í ranni Guðs vegna þess að svona er lifandi Guð. Hvað segir þetta náttúrulega? Þú ert náttúrulega alveg gjörsamlega ósammála þessu. Kannski ertu bara algjörlega sammála þessu. Vegna þess að þú reynir þetta. Þú veist hvað þið verið að tala. Þetta er boðskapur. Þetta er það sem er boðað. Þetta er það sem hann vill að fólki heyri. Þetta er það sem mun
á einhverju tímapunkti draga fólk að honum. Bara eins og hann tók mig bara, og þannig verður líka með þig, hann bara tekur þig. Svo byrjar hann að vinna og kynna sig, og þú ferð að sjá hann hver hann er og skynja hvað hann er, og þú ferð að vilja vera bara þar. Og þá er björninn unnin og þú ert þar í algjöru frelsi. Og þú sérð, alveg eins og ég, að þetta er bara besti staðurinn. Ég finn engan betri. Og hvaða viðmið hef ég? Heiminn. Það er viðmiðið. Ég segi svart og hvít. Ljós og myrkur. Og ég segi og meina, ég vil frekar verið ljósinu en myrkrinu. Og það er alveg rétt viðbröð, því að þannig er með mannin að hann vil nú frekar vera það sem ljósið baðast hann. Hann veit, eins og allir aðrir, að myrkrið, þú sérð ekki mikið í því. Myrkur er myrkur, en ljós í kringu þig, þá sérðu allt umhverfið. Þetta er drottinn sem ég þekki. Hann er þetta. Þetta er það sem hann vil við mig tala. Þetta er það sem hann vil segja við mig. Og hann er svo góður. Hann vil að þú heyrir þetta líka. Því að orð Guðs er aldrei bara handa einhverjum einum. Og þess vegna er þetta svo rangt hjá fólki að eiga til að mynda bara trú, og bara hún ein og sér er nægt afl til þess að segja frá. Þó þú sért ekki bestaðir í orði Guðs allra manna, þá áttu þetta. Og þetta er sannleikunni sem þú getur sagt. Þú getur sagt einhverja punkta frá drottni, að ég hef upplifað þetta í gegnum hann. Og svo ef þú vilt, og ég hveti þetta til þess, þá getur þú líka holtir ofan í orð Guðs, og þá fer þekkingin úr orðin að koma, og sú þekking, hún mun 100% bæta trúðina, byggja undir grunn sem að eflist og verður öflugri, og verður svo öflugur að það sama í raun og veru á hverju gengur, að trúið þín haggast aldrei. En ef þú ert ekki með þetta á hreinu hvernig þetta virkar, þá gæti svo farið að þú takir það verk að þér að segja til að mynda þinn vitnisburð, en ekki hitt verkið að þér að fletta í orði Guðs, sækja í kennsluna og vera þar til þess að byggja undir hitt. Þarna setur hann okkur val. Þú getur gert þetta eða þú getur hafnað þessu. En hann segir, ef þú tekur þetta bæði inn, þá mun trú þín verða öflug, hún mun verða styrk, hún mun ekki ganga á grunn, en trú sumra hefur nefnilega gengið á grunn, og það er ekki gott hlutskipti. Og þá þarf hvorki að gerast hjá mér eða þér. Menn og konur sem hafa verið meira og minna alla sína ævi í þessu og er náttúrulega misjöfnum aldur og sumt orðið roski fólk. Það hefur þurft að hafa fyrir sinni trú. Ekki halda það í eina sekúndu að trúin hafi hvern dag verið átakalaus. Það er hjá yngri manneskju. En þeir og þær hafa þolað þetta vegna þess að það vita að það er samt best og betra að vera í ranni Guðs heldur en fara út í þetta myrkur, það sem ekkert er. Og svo náttúrulega stóra dæmið þar er eilífa lífið, sem þú veist að þú átt í Jesú, og þú veist að þú átt það ekki nema í Jesú, og það eitt og sér byggir undir trúna þína, þannig að þú ert að sækja fóður til þess að skjóta dýpri rótum, og það þarftu. Þú sér það, þetta er það sem þú þarft að gera, en það verður aldrei neinn binding á þig, það verður aldrei neina skipanir, drottinn fræðir þig, og þú segir, drottinn er að segja mér sannleikann, og hvað meira? Jú, að því hann segir þetta, þá vil ég gera þetta. Ég vil eiga öfluga trú. Og núna veistu
að það ekki fyrirhafnalaust dæmi. Það hellings fyrirhöfn í því, en þú segir líka, ég tilbúin í þessa fyrirhöfn. Ég þarf ekki að fá allt á silfurfati, ég þarf ekki alltaf að fara léttu leiðina. Nú ætla ég að fara jafnvel erfiðu leiðina. Ef ég slepp ekki við annað, þá mun ég fara hana. Þetta mun styrkja þína trú og þetta mun efla þína trú og þú ganga með fólki sem á til elda og trausta trú. Og þá við þurfum á henni að halda. Þetta nú boðskapurinn til okkur í dag. Og þetta það sem hann vil segja við okkur í dag. Hverju? Hann elskar þig. Og segir við þig og mig, ég varðveitt þig frá því að þú komst inn í þennan heim. Kannski getur sagt sögur eins og ég var að segja áðan, þegar ég skolaðist þarna til á dekkinu og fram og tilbaka og var pottþéttur á því að ég væri ekki fyrir innan, ég væri fyrir utan. Og ég fór að hugsa, ætlar þetta að verða endanlegin? Það var ekki. Það komin hálföld eða meira frá þessum tíma og hér ég enn að tala mitt helsta og kærasta efni, orð Guðs. Segð þetta gott og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu verki áfram.